væntanlega í 100. skipti vegna þess að þetta 100. þátturinn sem við sendum út eftir að við keyrðum tónn í gang þann 21. júlí 2023. Ekki þarf að hafa mörg orðum hversu veiðefendi það að þessum 100. þætti þeytum við út í kosmósið á sjálfan uppstigningardaginn 5. 29. maí og meira segja beint í kjölfara velhefnast pubquiz tveggja á topnum sem blásið var til á stúdendakjallarunum á miðvikudagskvöldinu til þess að halda nú almennilega upp á þetta 100 þátta úthald okkar. Förum samt ekki nánar í það þar sem þessi þáttur tekin upp 2 dögum áður en umrætt pubquiz fer fram. Og svona í ljósi sögunar hvernig hefur stundum gengið að taka upp þætti og vista og senda út á þessi þáttur fyrir ekki Þetta tala varlega þetta quizið dóttur minn. En það ekki nóg með að þessi þáttur sé númer 100 heldur hann tímamóta þáttur í margkvöldum skilningi og þá fyrst og fremst vegna þess að nú efnum við loksins eldgamalt loforðum sérstakann Sylvester Stallone þátt eða eins og við orðum það í áramóta þættinum 2023 sem var þáttur númer 27 ítt á takan Já. Það sem að við ætlum að aðeins hýsum okkur brækurnar og gera svona standa skuldaskil á ýmsu sem að við höfum loðað upp í ermina á okkur eins og sérstökum Sylvester Stallone / Stop or My Mom Will Shoot þætti. Næsta áru verður miklu betra heldur en þetta ár. Já, Næsta ár. Já, þetta var svona sagt þarna áramótin 2023-2024 en þegar hrættir í sérstakann Stallone þátt þá þarf að sjálfsögða að blása í herlúðra og teygja sig eftir gestum, áleitishöfum og talandi hausum lengst upp í estuhillu og það hefur við svo sannlega gert að þessu sinni til hingað til okkar á Laugavegur 27A hjá Rekus eru komin 2 sannkallaðir tímamóta gestir harðhausarnir Benedikt Bóas og Henry Birgir. Þetta alveg kynning. Þetta var rosaleg. Takk fyrir þetta. Og bara loksins, þá eiginlega búið að vera að bíða eftir ykkur 100 þætti, sko. Já. Þetta galið. Heyrðu, samt því það bara áður en við höldum áfram, af því að nú náttúrulega Oddur liggur svona bíl og höggi bara þegar Arnar Tómas hérna, en þegar það eru komin sko 3 fréttablaðsmenn á móti einum. Hvernig fannst ykkur þetta þarna hjá honum? En næsta ár verður sko miklu betra. Alltaf einhvern veginn, þetta verður betra sko. Já, þetta er helviti vont. Alltaf jákvæðust. Hann hefur alltaf haft trú á verkefninu og alveg sama hvaða verkefni það er og það er bara virðingavert. Já. Sjá alltaf ljósið. Hann sér alltaf. Þetta er eins og þeir Ísa Kamala Harris er næsti forseti Bandaríkjanna. Það er náttúrulega margir mánuðir síðan við vorum svona búin að byrja að tala að við yrðum í 100. þættinum. Já. Það var svona, þetta er sérstakur þáttur þarft þungavíkt. Já. Og þá áreiðlega bara ég og Benni sér góði greina. Það er bara þannig. Já. Þetta er bara nákvæmlega svona. Formaður Sly Stallone Icelandic Fan Club Hardcore Fan Club Henry Birgir hóaði í mig og sagði virkur formaður og þetta félag af hardcore aðilum við erum 10. Það eru 10 núna? Já, 10 núna og mjög svona, þetta er sterkt félag mjög sterkt með þessi sterkar rætur og við höfum brallað ýmislegt saman og þegar Henry sagði að félagskaps okkar væri sko óskað til að tala Sly þá bara þáði maður bóðið með þökkum. Þess bara geta að Sly Stallone Icelandic Hardcore Fan Club stóð fyrir árshátíð á Players hér á sínu tíma og þema var mjög einfalt. Allir átt að vera klæddir sem einhvers konar karakter úr slæmyndum, helst Sly eða einhver mjög sterkur líkur honum. Fengu gest það er náttúrulega að gleyma því fengu gest til að koma og halda tölu og spjalla við okkur og það var nú engin annar heldur en Jón Ársæll Þórðarsson sjálfur sagði okkur frá því þegar hann fór og hitti Stallone í Los Angeles árið 1984 eða álíka og sjokkar dagsins gaf hann lopapeysu aldrei verið gert áður og Jón Ársæll var gjörsamlega geggjaður svo mættu menn manstu hvað þú varst? Ég var náttúrulega Over the Top er í rauninni fyrsta myndin sem að ég elskaði með Sly og þarna var ég svona nýbyrjaður að sætta mig við í rauninni ég er sköllóttur ég mun ekki fá meira hár og það var erfitt að vera einhver Þetta varstu orðin sköllóttur 87 Já
Þakka fyrir þetta, Þórarinn. Þetta eitthvað klift niður? Nei, við klippum alveg neitt. Nei. Og já, þannig að ég var gæinn úr Over the Top. Já, andstæðing Bill. Já, auðvitað. Við Þetta er sjáum, Þórarinn, við sjáum mynd. Já, Við segjum þetta á toppfólk. þetta er rándýrsprogram. Við beintin á toppfólk. Benni var, þessi, ég aftur á móti var Sly úr Over the Top. Já. Með axlabönd og Hér má sjá einn af meðlumum skoða myndina sem að hann kom með sko. Ég er alveg að toppa hérna Odda googla og flett upp í símanum sem mútasefni. ég bara, það var svo langt sér að maður hugsaði þetta sko. Við vorum með þessi með Þetta er geðveika myndir. Við vorum með ljósmyndara sko, á kvöldinu. Þetta var geggjað. Þetta var algjörlega stórkostlegt. Ég meina að þetta sé eitt svona metnaða fullsta fanclub bara sem verið gert í sögu Íslands. Getur verið sko. Og þetta var eiginlega náðið það miklum hámarki að það hefur ekki þótt ástæð til endurtaka þetta, nei. En það var kannski svona 20 ára afmæli. Já. En sko þetta Sly sko, hann er alltaf búin að vera svo lengi, hann er svo stór að maður stundum gleymir í rauninni hversu stór hann er sko. Og og ég ætla hann samt eitthvað komin á eitthvað annað, en nei, ok, talað ljósmyndara og að eitthvað þurfi ekki endurtaka sig eða whatever. En náttúrulega þessi hugmyndum að vera með þennan þátt Stop or My Mom Will Shoot var þetta, við vorum að hendum þess út til þess að fá 500 fylgjendur á toppfólk, þarna Facebook-hópin. Alveg rétt. Og svo náttúrulega náðist það og þá glimtist þetta þægilega, þá var einmitt Anton Brink ljósmyndari sem var rukkað þetta. Ljósmyndari náttúrulega geta verið helviti sko, þverir og ósveigjanlegir og minnugir sko. Þannig að þetta nú eiginlega. Þannig að það kemur ekki óvart að það er Anton sem að víta eftir þessu og þetta var þarf að þingja og að gera það sko. Já. Og svona við þurfum alltaf að gefa þessari Stop or My Mom Will Shoot eitthvað smá tíma en ef við bara aðeins samt sko því að sko þetta er þetta hvað Sly, svo erum við með Arnold og Van Damme. Van Damme í æsku var Van Damme mjög stór sko. Já, hann var það sko. Bloodsport fannst mér rosalega góð. Bingo í sær. Og Kickboxer. Van Damme líka. Og svo það fíblið sem er tagging along Steven Seagal sem náði góðu rönn í Nico og Under Siege sko. Og svo bara klikkaður í svona military skrúðgöngum með Putin. Já, ég stökk aldrei á vagnin hans. Nei. Ég bara ég á þungur á Seagal-vagnin sko. En þú veist þú varst það? Já, þú elskaðir þetta allt. Já, ég var þróttið það líka. Hvar byrjaði þessi geðveiki eins og þér? Með Seagalinn? Já, nei, bara eins og með Sly og svona sko. Já, við getum, það er nú gaman að segja frá því. Ég held að sko Rocky 3 sérunni fyrsta. Er þetta fyrsta podcastið? Þú ert ekki að gera þetta við mikrofónu? Nú má ég ekki gera. Hvað var hann að gera? Ég var að færa mikil svo ég kemist nærn. Einmitt. Það er sko Tónabjó, það er Rocky 3. Tónabjó? Já, sem að var þarna hvað er þetta, 83 sennilega, ég verið 12 ára sko, og hann var geggjuð. Og svo First Blood náttúrulega bara lóðbeint eftir því sko, þannig að ég sé sko Rocky 1 og 2 semst á eftir. Og segjulega sem betur verið, þetta er ekki sami hluturinn sko. Það er svona sænsku sósíalrealismi og bara gritti eins og 70s bíói var sko. Þú var ekki toppa á vagnir bara að byrja þar? Nei, líklega ekki. Nei, það var Rocky 3 sem er geggjuð, bara geggja 80s, þannig að byrja að slástu Hulk Hogan, ekki eitthvað, þetta er svo Mr. T er þarna, sko, Pity the Fool. Það komið svo mikið glamúr, sko. Clever Lang. En sko, hann að það er, svo var maður alltaf bara svona Rocky Rambo, sko. En sko, First Blood í greifundöðans, hún kom í regnbúan, sennilega bara 82, 3 líka. Og hún ætla stránglega bönnuð sko, hann er 16 en og mjög stránglega bönnuð. Já, en pabbi var svo góður bíópabbi sko, hann var búinn að sjá hana og ákvaði ég mætti sjá hana og fór með mig 12 ára sko, ég fór í fylgd með fullorðnum en ég var eini í vinahófnum bara í öllum kópóinum sem að sá First Blood í bíó sko. Og hún er náttúrulega ennþá bara einn besta mynd sem ég séð sko. Það verður ekkit það fókast ekkit í því. Hvernig var það á þér í Mývarsveitinni? Hvernig fréttið þú að Sly? Sko, ég held að ég hef alltaf tengt mína upphafs við Over the Top sko.
það er einhvern veginn þú veist, það er held ég fyrsta myndin sem ég séð Specialist með Sharon Stone og var líka hana, fannst mér mjög ofalega og svo datt nú inn einhver tilboð á sem sagt Rambo og ég bara drakk þá visku í mig sko einhvern veginn og eftir það hefur ekki verið aftur snúið sko. Nei. Þetta var nú einfalt Þetta var ekki mjög flókið í þá daga sko. Ekki, sko, nei, og í Mývatnssveit þá náttúrulega komu myndir yfirleitt bara ekki og já, ég man alltaf þú veist, 94 þá kom Lion King ég held hún hafi komið til í Mývatnssveit 97 líklega, já 7-8 það er bara þegar ég er að fara sko. Þá var einhver sem að sagði hérna, ég muni Lion King ég held að allir hafi verið að tala maður sá sko mokkan og eitthvað svona já, var þetta ekki einhver mynd þannig að já, ég var mjög seinn sko á vagninum sko. en ég man alltaf eftir þrennutilboðinu sko þú veist Rambo 1, Rambo 2 Rambo 3 sko sko, ég var meiri Rambo maður en Rocky maður maður var fljótur að halla sér í þá við vorum alltaf ungir menn með byssur líka við vorum að veiða og við vorum að skjóta fugla og hérna ég tengdi meira við það en box sko. mun meira sko, ég var svo lánsamur að ég dvaldi löngu stundu sem ungum maður á Kópaskeri og það er mjög lítið að gera afi amma áttu heima þar og skilt fólk mitt líka og afi var að keyra þessast vöruflutningabíl á milli og hann kom hverju túr með kannski 2 kassa fulla af vídeospólum og það var bara búið að panta katalógin og svo bara lámaður kannski í viku bara alla svaf í stofunni og horfði á allt og eldri frændi mínir voru að sjálfsögðu mættir alltaf með allt nýjasta með slæ og svona og maður fekk bara að horfa á þetta og í sveitinni, ekkert eitthvað bannað bara horfðir á þetta og þetta bara breytti lífinu svo bara fór maður að hérna kaupa bráablöð til að fá plakkut og hengja veginn sko. rosalegt sko. Brosblöðin líka brosblöðin, þau voru líka sterk Er þetta sagan sem þú sagðir hérna á RÚV hérna, þegar þú voru með hérna Rambo þú sagði, þú varst þarna í svona 3 klukkutíma að tala um fekk samt bara einhverja 11 mínútur eða eitthvað sko, þeir betur að gera long version sko, því að þetta var rosalegt svo sem satt með mér, bara held ég að aldrei hægt að tala sko. en nei, manni hvort ég sagði ekki, þess að sögu ekki þar ég sagði margar aðra Heyrið þið fyrsta skipti hér í 100. þætti geima alla gullmóluna sko. Já, búin að geima þetta Kópaskers hámhorfið það er svolítið þannig sko. Það er endur taka það, nú er svo skálmöld gerði það að fara þannig setjum bíósal þar Býtum við, ég er náttúrulega aðeins yngri heldur en þið allir sko. Örlítið bara, ekki mikið Mér líður svona smá þess að ég sé mögulega kannski í villum þætti ég ætti kannski ekki að vera með ég er að reyna að muna nefnilega því að ég er að reyna að muna svona mín fyrstu kynni Expendables bara 2010 þá kynntustu bara katalógnum á einu bretti Ég man allavega mættum á frumsýninguna á Hlíraból og vorum með bacon tókum bacon með okkur í pókum Já, Expendables Expendables sko. Á frumsýninguna Já, á frumsýninguna Varst að reyna við backpressuna til að fá fría með það? Já, ég gerði það, fekk ekki 100 kíló? Við stóðum með mitt fyrir því Það var Sly Stallone Icelandic Hardcore Fan Club sem stóð fyrir þetta Hanna var ég svona 17 ára sko. Þannig að ég náði ekki 100 kíló fekk ekki frí með Ég man eftir þessu, ég snitti hjá þessum bekk og bara veifaði gagnrindapassanum og flögstinn Það er náttúrulega oft sko, sem að maður hefur sko, ekki Sly hefur í rauninni alveg síðan að maður kynnist honum fyrst þá dettur hann alltaf inn á svona, maður þarf að bíða kannski 2-3 ár þá kemur hann með einhverja snild sko. Og sko Rambo 2008 myndin ég held ég hafi hort á hana 63.000 sinnum mér finnst hún
mér finnst hún er stórkost í alla staði er hún rosalega og einmitt sko hvað það er hann í Burma eða Myanmar sko þegar svona rétt miðbyggmyndar eins og ég segi alltaf þegar Rambo kemst í stóru byssuna þá er ekkert snúið tilbaka og breytir einstaklingi í nautahakk er bara eitthvað stórkostlegasta bara movie atriði allra tíma og ég held að hann hafi sko fattað að þarna væri Expendables sko, heyrðu, sjáu þið hvað krátið elskar þetta við ætlum að gera þetta stærra, við ætlum að gera þetta meira og vissulega er Expendables eitt algjört þrekvirki og undraverð kvikmynd á allan máta en grunnurinn er lagður 2008 sko eða jafnvel þetta er góð pæling nema ég er náttúrulega að fá viðra hérna kenningu það er hérna 1985 held ég Rambo 2 komdu með þetta Not so easy to survive still war here survive a war you gotta become war that why they pick you because you like to fight Expendable. Expendable. What mean expendable? It's like if someone invites you to a party and you don't show up. It doesn't really matter. Það er að vera expendable sko Þetta var rosalegt. Já, nei, en þessi Rambo-mynd, hún heitir nú svona stundum Rambo og stundum John Rambo. Nei, það var, þetta er 4. Já, 4. Já. Þetta var rosalegt, sko, bara menn voru þarna bara þeir, Stallone og greinilega þótt, sko, einhver aðri verið búin eitthvað að glenna svo mikið, sko, það bara að sína þeim hvernig þetta er gert, sko. Já, og þetta er bara nítróið á, sko. Það er bara látlaus keyrsla. Já, alveg. Mjög gott, sko. Svo náttúrulega við kannski afgreinum bara svolítið Rambo og svo líður og býður náttúrulega hvað var ekki, það var bara stutt síðan hérna, 2019 þá komið sér hérna Last Blood og það er svona við höfum aðeins rætt þetta utan hljóðnum að benni, það er svona smá eins og feilspor þarna. Sko við erum sammála það Tóti minn að þetta eru sjálfsöm mistök hjá okkar manni þegar að hann er laminn af genginu. Já, hann sérst er að fara að reyna að bjarga hvað dóttur hérna ráðskonuna sinnar eða eitthvað álíka frá okkur mansalsdólgum í Mexíkó og gengur bara inn í gildru og er bara, og maður segir, ok, hann gengur þá bara í gildrun og bara stútar þetta er nú ekki fyrsta gildran sem hann gengur inn í sko. En hann er laminn í köku og situr eftir og verður reiður og eitthvað og mér leið illa allan tíman sem hann var laminn mjög sárt það var bara sárt að sjá sinn mann hann í erfileikum það var eitthvað svo ramtu þetta líka mér varst það líka þó hann væri hann gamall og áherslu það hann væri farin að reskjast aðeins en þetta er John J. Rambo en þannig er hann bara að koma okkur óvart eina fyrir enn svo er það svo er það en við fundum líkamlega til með hann og það sagði okkur svo mikið. Og þetta gerir kannski myndin einmitt líka svolítið sárari en eftirminnilega og svo náttúrulega bætir hann fyrir það náttúrulega í lokaatriðinu sem er svona svipað bara úr þessari 4. mynd og vera með sko við undirleik Doors sem hann er að salla niður á alla vondurkallar. Alveg rosalega gott program, sko. Sástu þessa mynd út? Já, ég sá þessa mynd. Sástu þetta? Já, ég sá þessa. Ég var hrifinn, sko. Ég er alltaf svo hrifinn af þessu mannlega, sko. Hann getur gert mistök, fallegt. Já, ég held náttúrulega talandi það, þetta mannlega ég held að fáir leikarar hafi sýnt jafn mikið variety. Já, hann er nefnilega sko, hann skeiðar fram á ritvöllin og skrifar þarna nokkra myndir áður en að Rocky kemur. Já. Það er náttúrulega ótrúlega ferill og náttúrulega Staying Alive er náttúrulega kannski hans faldasta perla. Já, er það? Er það ekki? Er hún ekki fallin? Það er ekkert allir sem horfa á Staying Alive og segja bara þetta er slæðsta lónmynd. Nei John Travolta það er bara enn og aftur hann að sína spektrum ég er að segja það getur massa Staying Alive líka sko. og svo tekur hann í gríni hefur hann náttúrulega
veist, jú, ok, við getum gefið Jim Carrey þennan áratug sem hann átti af frábærum grínmyndum já en Svo hvarf hann að sjónasviðinu ólíkt öðrum sem halda sér relevant Nei, sko líka þetta breytt og þetta er svakalega langur katalógur bara ef við telum bara frá Rocky sem er 76 nú er 2025 og hann er ennað og sko dópi af bara ógeðslega góðum myndum og náttúrulega oft skrifar hann og leikstýrir og bara sér þetta allt saman sko og það held ég að segja eitt sem var aldrei hann veit alltaf hvað fólk vill þetta er ekkert alltaf eitthvað Óskarsverðlauna materiál eitthvað bla bla en þetta er alltaf eitthvað hann heitir alltaf eitthvað svona í hennan sammennska kjarnar sko. Og við viljum kannski heiti hann fá svona smá bumpy ride og rísi svo upp og gera út málin sko. Ég held náttúrulega við kynna það bara fúslega að ég er ekki mikill aðdáandi Bandaríkjanna en mig langar til Tulsa Já, ég bara það eftir að þessi þættir komu Tulsa King Já. Þeir eru náttúrulega fullkonni saman Taylor Sheridan og Sylvester Stallone Er það ekki, svolítið málega? Já, en þarna líka, sko, því hann er komin vel yfir 70, hann er gamall en hann eldist ekki, hann er opfórslega svalur í þessum þáttum, Tulsa King þáttum hann er bara eitur svalur mikið presence og getur líka leiki, sko, hann er bara Já, réttarhöldin í Tulsa King 2 eru frábær það sem hann sýnir bara enn og ný stóleik sko. Hann er náttúrulega þurft að glíma við þetta í gegnum tíðina af öfundar mönnum sem að gera bara grína á hann sem leikara og þetta bara viðgengst löngu stundum sem var algjörlega galið og það var raun og veru þú þurftir náttúrulega að sína hugrekki til þess að bakka okkar mann upp bara því að þetta var bara einhvern veginn orðið mantrana bara, hann kann leika þessi og skilust ekki orðaði sem hann segir og bara hafa drullað yfir allt sem hann var að gera þess að vera allt legendary stuff skrifaði og allan pakkan hann þurfti að berjast aðeins fyrir sínu sko. Hann er mjög duglegur og það minnum að ég man núna hver mín fyrsta minning af honum er í bíómynd Spy Kids 3D það er til dæmis eins og Henry segir koma óvart hann var vondikall með þeirra mynd, það ekki og hún var í 3D sko, það geggjuð mynd sko. Fyrsta myndin í 3D það var einhver hákall svona, það var með rauð og blá gleru sko. Það var geggjað sko. Það er fyrsta myndingin sko. Hann er í öllu, gera allt Svo, já, hann er alveg hérna, en svo að ég nefndi þetta náðum, sko, svo erum við með náttúrulega þess að gæða þarna Van Damme, Arnold og allt þetta hann, er Sly kóngurinn sko hann Arnold á eiginlega ekki rétt þannig ég held að sko Sly hafi að mínum dómi er það að hann framlengir Rocky legendið og býr til Creed-myndinar Creed 1 og 2 ég meðast nú Creed 1 betri viðurkenna en og það sýnir finnst mér sko, þú veist það er ekkit komið eitthvað þú veist Terminator þú veist það þinnist bara út það þinnist bara út sko. það kemur ekkert það kemur ekkert nýtt rís það er náttúrulega verið að spilla okkur þannig í 80s og early 90s að þeir eru bara head to head bara Messi Ronaldo sko. og það bara kemur hver neglan á fætur annari frá þeir báðum og þetta var bara Duran Vam menn þurfti bara að gangast í hópa Arnie að slæma sko. Þú veist, maður bara kunni ekki að taka utan það svona innstyrnu, það var svona allt geggjað sko. En svo þurftur bara að pick a side og þetta er alveg menn að þetta tóku Sly side sko. En anskuðu Arnie samt líka sko. En svo bara þegar þetta kastara kemur þá er það Sly sem að hóar alla saman í Expendables og gerir það og allir vilja vera með. Af hverju gera það? Jú, því hann er fokkin kókur það er bara þannig það er náttúrulega í rauninni kannski spyrja sig ef að Arnie hefði dottið í huga búið til Expendables hefðu allir komið sko. spurning veit það ekki sko nei og líka með sko því að svo er báðir núna eitthvað svona dívatáni streymis pakkan sko og Arnold er með fúbar sko í bestafalli sko en samt er að koma annað sísón á meðan bara slægir bara sko hann rockar í hann er bara smá eins og Arnie nennis ekki sko lengur sko getur verið þetta fúbar það er ekkert við getum ekki borðið það sama við Tulsa King það var bara ekki nóg nei ég held líka sko að getur verið að Arnold sé sko klókari viðskiptamaður og náttúrulega kann greinilega pólitíska leikinn og allt það sko en Sly, þetta er hans field sko. Hann er bara hard working man ég meina hvað sagður að hvenær kom
fyrsta Rocky mynd? 76 Það er Cliff Hunsey á fættur þá Já, for the benefit of the camera Nei, og er líka bara, hann skrifar það líka og þetta er bara alvöru mynd af því að svo þegar maður svo Henry að segja sko, þegar að vera svona veitast að okkur fyrir að fíla Stallone sko þá þurfti ég alltaf, má ég bara minna á að Rocky er Óskarsverðlauna mynd er Rocky Óskarsverðlauna? Já, og Sly getur alveg gert Óskarsverðlauna líka Ég held að ég kom á Arnie heimili sko Ég held að það sé ástæðan fyrir að ég er svona blank í þessum samræðu sko. Það var Arnold Schwarzenegger var bara allt í öllu á mínu heimili sko. Já, en sko það er svona, ég held að svona alltaf, katalógunni lengri hjá Sly og það er meira af bara skemmtilegum myndum en svo náttúrulega í 80s-inu þá erum við náttúrulega að tala sko Conan the Barbarian, Terminator, Commando, Raw Deal, Predator, Running Man Red Heat, Total Recall Terminator 2 það er rosalegt og þetta var bara svo boxbardaði Sly Out mynd, Arnie á móti Sly Out mynd, Arnie á móti og þetta var nánast allt brakandi snill what a time to be alive en að því vorum aðeins að tala ég ætla ekki að hætja ekki umræðin en Stop or My Mom Will Shoot var það ekki K.O. hjá Arnie? Já, sko hann gerir náttúrulega Twins sko í kjölfarið var það ekki þannig? Hann er Arnold með Danny DeVito í Twins 88 þar áður sko það er áður en svo er hann líka náttúrulega fíblast þarna 94 tveimur árum eftir hérna Stop on my moment þá er hann eitthvað óléttur í Junior já Arnold hefur alveg skittið upp á bak og án þess að Sly hafa eitthvað verið að hjálpa honum óléttur ég sá hann ekki ekki heldur ég man bara þetta pósternum Arnold með gleru og svona kúlu og hérna, ég er nú alveg vók sko fyrir allan peningi mér finnst það svo ógæslegt að ég hef aldrei viljað sjá þetta Arnold óléttur sko Sly tekur hana back to back tvær gamanmyndir, náttúrulega fyrst Oscar 91 og svo Stop or My Mom Will Shoot og báðar svona hvað ég var að segja umdeildar Já, ég verður samt bara að fá að koma því að Oscar er eiginlega eina mínu sko guilty pleasures mér fannst hún frábær ég sá hana og hef alltaf verið tilbúin að verja Stallone fyrir þá mynd sko. og það var svona aðeins verið að svolítið, láta hann heyra fyrir að það var ekki nógu góð leikari og þótt ekki nógu samfærandi og annað og bara, bull heyrðu, svo bara, já, er eitthvað að gaggrina heyrðu, ég endi bara í cliffhanger með Rennie Harlin næst grjóthaldið ekki rosaleg mynd sko henni svipur ná þegar ég sagðist koma Arnie heimili sko. Cliffhanger hérna 93 hún er rosaleg og Michael Rook er líka í stuðið þarna og var ekki John Lithgow vondikallinn hún tekur í öll bóksin sko og náttúrulega bara fyrsta opnar atriði þegar hann er að reyna að bjarga gælunni þarna yfir hengifluginu sturlað sko margir náttúrulega sko tengja það við sko þegar að því að Jim Carrey gerði grínaði já var ég aldrei þú veist, mér fannst náttúrulega það tók mig 10-12 ára að taka Ace Ventura 1 í sátt sko. Svo má ekki gleyma það Sly hefur gert svo mikið fyrir feril annar eins og til að með John Lithgow þarna sko. Því lík frammeist að hjá honum hafið ég séð hann að remakeið sem kom út fyrir einhverjum Nei Býtum með hverjum? Ég man ekki, ég ekki geta að krakka í dag ég horf bara Sly ég myndi að hann tekur Cliffhanger og svo Demolition Man og þá voru við komnir svona ískiluru meira budget, ennþá meira budget og bara svona, þú veist hasar og gaman einhvern veginn saman og guð minn góður þvílík mynd sko. Demolition Man? Já, sko það er ótrúlega hvað Waffo S-teipi á Benna endistótt með hvað spólaði oft tilbaka þar í ákveðna maturum en svona fyrir þetta það til þá fullt af þá við myndir náttúrulega rosalega sko. Demolition Man, hún er náttúrulega sko þetta er stórmikli mynd hann er náttúrulega Sandra Bullock svona, riðja sér til rúms og hérna hann Wesley Snipes að vera töf sko þetta er hvað, hún er hérna þetta er eitthvað miðju 90-sinu, já, 94 ég horfði hann fyrir daginn og hún geti verið gerð í dag sem gaggríni á sko, hann er svona hörkutóla lögga sem að liggur í dái og frosti einhverjum árhundruð eða whatever og vaknar í svona vókheimi sko það er svona bara svona sjálfsál sem sektaði út allt og segir ef fokkaði sitt þú veit að segja það er svo landsýni síðan sko, svo var það var ekki lengur klósetpapír það var eitthvað svona kúla sem var að strjúka í kringum rassinu til að skeina þér sko
og þá fór hann að sjálfsvarðanum og bara sagði bara sitt fokk bla bla og var að safna sekta með þeim svo hann geti skemmt sér alveg drefn stórkostlegt sko. Ég mæli með Demolition Man bara núna í ljósi þess hvaða tíma við erum að lifa það er bara eins og þeir eru bara að sé fyrir alltaf einu að lágmarki sem við 3 skrifum á undan sko. Þetta bara þannig sko. Og svo kemur specialist var ekki beint á eftir sko. Jú, þar sem hann hérna með mitt á Sharon Stone og kemur Sharon Stone á kortið sko. Já, líka sko talandi sko hjálpa eða sko bjarga ferlum sko því að minn uppáhaldsmaður Mickey Rourke náttúrulega tjekka sér út reglulega sko og hann held að árið 2000 sko þá talan hann hefði bara verið að éta núðlur búin að selja mótorunum sín og bara átti ekki fyrir leigunni þá kemur Sly og er að fara að gera remake hérna Get Carter sko þú lítur alveg út fyrir að vera gaur sem að getur staði í hárun á mér en að ég bara koma og það var bara mikið þetta var dagsvinna en ég átti bara húsalegu í hálft ára eftir svona svo náttúrulega fær hann svona líka náttúrulega nota Expendable svona til þess að tjastla upp á vini sína sem voru komin svo út í skurð sko. Draga upp á ræsinu hver á sana, var ekki eitthvað saman það akkur Mickey Rourke var ekki í númer 2 Já, það svo fór þeir eitthvað fílu ég held að því að Mickey getur náttúrulega alltaf hann getur náttúrulega ekki eins og vera almennilegur við þá sem eru góðir við svo er hann bara einmitt, svo er hann bara komin í einhverja breska raunveruleika og svo líka kemur Wesley Snipes þegar hann kemur inn í hvað Expendables það væntanlega 3 þá kemur hann bara beint úr skattafangelsinu sko, og þeir gera grína því í myndinni sko, akkurat, já, það var snill alveg rétt en verða það léttir sko. og náttúrulega bara hafa svona húmor fyrir þessu en sko þessi ár kannski 85 til 89 það sem að sko Rambo First Blood Part 2 Rocky, Cobra, Over the Top, Rambo 3, Lock Up, Tango and Cash Rocky þetta sko ég viðurkenni það þarna sko ég er með gæsa hlusta á þessu ég veit og þetta er allt svona og þetta eru bara myndir sem að ég horfi ennþá svona sem bara þú veist, heyrðu, ég á 2 tíma ég ætla að horfa á þessa heyrðu, ég á 2 tíma, ég ætla að horfa á þessa Þetta er ábyggilega 6 af uppbóls sko 10 bestu myndunum og Expendables 1, 2 og 3 síðan akkurat sammála ég man eins og gerst í gær þegar ég sá Cobra í fyrsta skipti þá er ég 9 ára og þá þeim tíma áttu bara einhverju 3 á Húsavík myndbandstæki og þetta er að leigja og svo mátti maður leigja mynd með þurftur að leigja myndbandstækið þurftur að leigja myndbandstækið fyrir ammalið og svo mátti leigja eina spólu og það voru ekki til hennar gamlar bara ný spóla og ég einhvern veginn doblaði mömmu til að leiða mér að taka Cobra 9 ára ammali og maður, ég veit ekki hvað krakkarna ætluði í lokaðatriðinu þegar maður hangir hann á krók í restina sko. En ég horfði á hann svona 18 sinna maður að skila spólunni sko daginn eftir það bara, þú veist sko, wow. Þessi mynd, Cobra það var bara peruterta á mix og maður á krók sko, þú veist, bara fyrir ammali sko. Peruterta wow. Mix farðu með mig í höll minningana sko. Leiðu okkur að heyra hvernig Cobra byrjar ok, haldið fyrir einu þetta er ekki rétt það byrjaði alls ekki svona þessi bara In America, there's a burglary every 11 seconds. An armed robbery every 65 seconds. A violent crime every 25 seconds. A murder every 24 minutes. And 250 rapes a day. Bang. Jesus Christ þetta er bara, hún byrjar bara svona hvað er í gangi hana? Og þetta er akkurat eins og myndir í 9 ára ammali með að byrja það er þetta ótrúlegt með og mix og þess að ræða sé hvað verðum að slá í Cobra party með perutert og mix þú veist
ég var sagði ykkur einu andræður, ég var að horfa á Cobra bara, þar síðust helgi wow. Þetta er líka, sko ég veit ekki First Blood, ég horfa á hana svona á 5 ára fresti, give or take og Cobra er eins, hún verður ekki þreytt og bara ég veit alveg, hann klippir pítsuna sína, hann kemur heim eftir erfiðan dag í vinnunni á fína bílnum sínum sko. Djöfull var það flottur bíl það er flottasti bíl í kvikmyndasögu Hvað á maður að sjá þessa mynd? Já, þetta er sko, ég sá hana í Östurbæðibíó sko, bara Byrju, hvað er þessi mynd? Nú har þessu lögguna Cobra, Marion Cobretti og segir frá því að hann heitir Marion og drepur hann þig og hann er þarna að reyna að bjarga henni Gittu Nílsen sem var nú konunans lískamst tíma þarna upp úr þessu frá vondu bifhjólagengi sem verður eitthvað svona sértrúarsöfnu líka svona köld eitthvað djöfladýrkendur og það er bara það náttúrulega bara að ná í það var ekki úsi eitthvað það var svona gótu vélpissan í þá daga úsi var og svona stendur hann aftan á svona pallinum og pick-up trökk og bara fretar á niður alveg og er svo töff og þessi mynd er líka fræg fyrir þetta er líka svona fyrsta virkilega gróa myndir með product placement því að sko Pepsi ælir yfir myndina það er stjarnfræðilega illa útvært product placement sem er snilt, það er svo illa útvært sko. Það er einn drepin í Pepsi sjálfsala mjög augljóslega og þú veist, hann þurfti ekki að drepast ég minnir hann að sé skotin í öxlina hleypur aðeins til hægri við Pepsi sjálfsalan og þar er hann, þú veist, tekur hann úsi og hann dettur svona inn þetta var svona framalli myndi þá er einhver fáitari og þá er með gíslatöku í supermarket sko, og Cobra kemur inn og segir vondkvæli ég sprengi pleysið lóttum mér er það saman, ég veist ekki hérna það er náttúrulega sko að því þú snertir á svona one-linerum þá þú sko talandi kóngin og eitthvað þannig ég efast að það sé til annar leikari sem á fleiri one-liner yfir bara, sko vissulega er þetta náttúrulega 900 ár sem hann hefur verið að leika en þetta er bara einn allra besti one-liner við Henry erum miklu one-linera menn og frægt er að við fórum á Avatar og töluðum bara í one-liner Nú náður aðtekli odds Avatar, ég tengi við það ég man eftir Avatar Við erum aðeins að sofa samt á lock-up sko. Ég ætla að fara að koma henni ef bara fórum að skilja við Marion Cobretti þegar Henry var að tala að ammælið þetta enda á því að það hékk hann einhver komdu þá hérna með eina góða setningu frá Marion Cobretti Oddur This is where the law stops and I start. Sucker. Það er hann sko búin að hengja vondakallin upp á krókin og vondikallin er eitthvað réttaríki og hann er að taka hann fastan eða eitthvað svona sko og hér enda lögin vinnu minn og ég byrja Sucker! Það var Henry Birgir og félag með perutestunum Ég man rétt að var svona slæta svo inn í svona brennslu inn í brennslu og það hérna á krók svona spriklandi allir og hverfurinn í hreinsundareldin mjög barnvænt Þetta er svo 9 ára Þetta er svo góð saga Ég veit þetta, það var engin af fóreldurum strákarna sem voru í ammælinu sem að ringdi og kvartaði sko Nei Hvernig heldur það að væri í dag ef að Cobra væri sýnd í nýja? Já, þú veist bara Ágúst Borgþór væri bara með bara mestlesnu fréttin og df.is bara Já, ég var bara búið að svista fóreldra forræði sko. Já, en þá bara komdu fagnandi með Lock-up fangelsisdrama frá 1989 Áður en við byrjum á því þá minnir mig að Lock-up pósterinn sé eitt sá svalasti Hann er geð Já, svona aðal það voru svona Já, er það ekki, það var vantilega margir Já, þessi Já, þetta, við verðum að henda þessu Þetta fyrir líka tófólk Þetta fannst mér Þetta er ekkert og í lit, þetta var einhvern veginn svona rugg Já, þetta er lögt, sko, þetta er bara sakit hana sko. En já, þetta er hvað, er þetta ekki þetta klassíska? Er þetta ekki saklaus maður sem er stungið í steinin? Og fær að finna fyrir því Já. Sko, það er einhver hluta vegna Það er ekki alls í skili í þessum heimi einhverju hluta vegna er út allan heim fólk að hampa því að besta fangelsismynd allra tíma
og jafnvel besta mynd allra tíma sé einhver mynd sem heitir Shawshank Redemption ég hef bara eitt við það fólk að segja þið hafi ekki séð Lock Up Já, og eða fyrirlutan Tango and Cash ég tala nú ekki það sko. Já, hún kom ári síðan því að sko Lock Up og þar er líka besti bad guy sögunar Donald Sutherland þetta er besti bad guy sögunar hann er fangelsistjóri og viðbjóður sko. og allir fangelsistjórar miðast við þennan Donald Sutherland, hann setti lína og ef þið hafið séð Prison Break þá er Donald Sutherland fangelsistjóri, hann er byggður á honum það er augljóst ég ætla bara að kasta þessu fram Lock Up er betri en Shawshank Redemption bang þetta kastaði fram að það er bara stað ég held að vera að fara að tala um Con Air Nei, ég veit ekki hvort að ég held ég alveg að vera af hverju helstu Shawshank Redemption læs á salin og ég bara, Shawshank Redemption hún er mjög, einmitt akkurat Nei, ég veit ekki hvort maður settir í ótturinn þegar Donald Sutherland dó, það er nú ekki langt síðan þá vorum við að minnast hans á toppfólkinu og þá einmitt kom Henry og sló á puttanum fyrir að minnast ekki á Lock Up sem var náttúrulega feilla minni hálfur sko. Þetta er geggjum mynd en það baðast í auðmugli ásökun og leiðrétti þetta snarlega því miður gleymi fólk þessu stundum þetta er geðveik mynd sko. Ég er að sjá hana Já Það er margt svo þetta að sjá Það er eiginlega þetta sem við erum að Hvenær er næsta vaktafrí hjá þér? Það er núna, ég er í vaktafrí Ég er bara að byrja á þessi kvöld Vandamáli er náttúrulega í dag er að þessa klassík er bara ekki hægt að finna á einhverju streymisveit Mér langaði einmitt að spyrja það er ekki hægt að sjá þetta næsta ára Sko, fyrir einhverju 2 árum þá lágu allir í gólfin í vinnunni þú líklega þeirra á meðal áður en í útskýri þegar ég sagðist hafa verið í Elko að kaupa með nýtt DFD-tæki Já, var hleyjað þeir Já, ég man þetta þessu Já, það var hleyjað mér Svo fór ég að útskýra af hverju The classics are only on DVD Ég hef ekki hort á þessa klassíkar nema ég eigi DFD Fékkstu nýtt DFD-tæki? Já, ég átti svo gamalt DFD það var bara með skartengi og mér vantaði með gamla góða HDMI Er hægt að fá DFD-tæki með HDMI? Já. Þannig ég fór að uppgreitaði úr skartingin yfir í HDMI og ég horfið látlust á það En þú ert ekki komin í Blu-ray ég held að þessi Blu-ray líka í þessum bæði, kostaði náttúrulega ekki neitt sko. Ég kefti sko í fyrra á Amazon sko Waffa S-tæki ég verði að hafa eitt svoleiðis standbæ líka Er hægt að kaupa Waffa S-tæki? Já, eBay, þú veist, þú gerir ekki hér sko ekki á Íslandi En það verður að framleiða þetta? Nei, en þú verður þeir sem verður að eiga sæmilega svona funkarandi Waffa-S-tæki bara til öryggi sko. En svo líka þetta með sko það er líka alltaf verið að hýja mig fyrir að vera með sko ykkur 1000 DFD-diska Þú ert mikið í diskunum líka Já, þú getur ekki treyst þessum veitum þetta er bara á einhverjum serverum, einhverjum skýjum og þú veist aldrei hvenær veitunum þóknast að hætta með eitthvað, taka bara dagskrá Þannig að þú verður að fólk skilur þetta, unga fólk skilur ekki sko gildi hard copy sko og reyga hard copy Ég menna skilur ekki, langar að horfa Rambo ég á alla Rambo myndinar í svona geðveiku boxsæti sem er handsprengja sko Já og bara, ég bara tek pinnan úr og í þegar ég vil og þetta er ekkert fáanlegt neins staðar lífið er innihaldslaust ég geti hort á slæ bara það sem ég vil þegar ég vil Þetta er líka, ég lendi í bara því að ég var að taka upp þennan hljóðbút þarna á hann þar sem hann er að fara með þarna glæpa statistikina sko ég fann þetta ekki á YouTube ég bara, þetta er ekki YouTube já, nei, alltaf ég fekk bara upp í hillu Cobra, Blu-ray, í spilarann diktafónin í gang í símanum og komið Ég held að allt var á YouTube Nei, það er allt á internetu fannst loksins eitthvað sem er ekki YouTube og það er ekkert smá sem vantar þar sko. Já, og það er einmitt ótrúlega mikið sko bara alvöru klassíkara bara myndir sem að voru sko svo vinsalar og bara við dreifðar hérna fyrir 20-30 árum að það kvarlar ekki af manni að þetta sé ekki aðgengilegt Þetta er mjög niðurdræmandi einmitt út af þú veist, yngri kynslóðum skilja sem að eins og bara fyrir mig og svona sem að sjá þú veist, þetta er gull en það er ekki hægt Ég man, þú veist, þegar Netflix kom og eitthvað svona, maður held að þetta væri bara einhvern veginn allt þar og maður vissi ekki neitt og þá sagði einhver, það er svo lélegt úrval hérna á Íslandi þannig að bara einhvern einn skipti sem að fór til nýs lands þá var að fyrst að opnaði Netflix í nýju landi slóin Sylvester Stallone, ég lít var að dætt í lökubótin nei,
Yfir þert yfir, já ok. Kannski kom ein mynd, Já. stundu tvær Bíddu, og bara, god damn, þú veist. Þetta kannski alveg ógeðslega leiðileg umræð. Hver á, þú veist, réttin? Á hann bara réttin á sínum eigin mynd? Þetta er alls konar framleiðslu fyrirtæki sko. Var hann ekki mikil Warner Bros maður? Jó, og svo náttúrulega var í minningunni- svona Canon Group Carol Já, náttúrulega sko, United Artists hana, sem eru náttúrulega svona fyrstu myndir svo svona lengi verið og var veist, mikið í 80 sko. Já, það var hann í Tónabíó var með UA sko. Já, akkurat, mikið UA myndir sko. Svo endar Stallone náttúrulega hann á eina síðustu mynd sem frumsýnd hvað, 89 Tango and Cash Já, nákvæmlega og Bitu nú ætla ég Gefum slægi orði Rambo is a pussy. Þetta er svo epic sko. Þetta er rosalegt. Þetta er Tango and Cash Já. og þetta sín líka sko að því að þá er hann búin að vera Rambo, X-8 og eitthvað að fara bara að vera að gera grína honum, hann var bara einhvern veginn menninga fyrirbæri. Þá kemur okkar maður bara í arman í jakkafutum með gleru og svona litla byssu og svona lögga. Hann var rosalega lítil byssa. Já, og bara byrja bara myndir á því að lýsa því að Rambo is a pussy. Þú veist þarna þarf menn alltaf að hafa húmor fyrir sjálfum sér og ákveðin skilning svona á hvernig þetta virkar sko. Hann skaut vörubíl með þessum litla olíuflutningatrukk fullan af kókaín. með pínu Þessari baunabissu alltaf vanur að sjá slæmi með alvöru rifla sko. En sko, Tango and Cash, djöfull er hún góð sko. Djöfull er hún góð. Hún er alltaf tvískipt náttúrulega. Hún er náttúrulega fangelsismynd framan af sko. Það er klikkað sko. Svo fyrir hún svolítið að reyna kannski á suspension of disbelief svona hérna í restina en þetta er bara svo gott. Og samlingurinn, Kurt Russell er náttúrulega svona mest likeable gaur í Kurt Russell í henni? Já, Terry Hudson. Hann er Cash. Wow. Ray Tango and Gabriel Cash. Hvað er þessi mynd? Hvað bestu lögurnar í bænum sem eru sko svarnir óvinnir sko en þurfa að snúa bökum saman. Wow, bara svo They're set up bara eins og leynilega Freimaður inn í fangelsi sko. Það var líka textið með þetta að hafa smá húmor fyrir sjálfum sér að vera kúttarinn svona hniklað vöðvan og hvort að reyfilíki fara aðeins meira í gimmið í fangelsinu það ekki að pumpa aðeins meira mikið af frábæra one-liner það er einmitt mynd sem löðrandi í one-linerum helviti góð sko. En þá er þetta er ekkert smáraðis þetta eru 4-5 árum segir Benni sko. Það er 85 það er Rambo 2 og svo Rocky 4 Cobra Over the Top, Rambo 3 og Lock Up og Tango and Cash. Þetta er náttúrulega bara þetta er ótrúlegt þetta er framleiðsla þvílík framleiðsla að gæða efni það er bara Rocky 4 þú veist, Ivan Drago I Must Break You I Must Break You það er besta mynd ég sko já, jafnveg þó að maður segi ekki alltaf eitthvað þetta er hérna amerikanisma náttúrulega í restin þegar hann er sko vefurs í bandaríska bara hafa þá reynu þessi mynd kláraði kaldastrið hún kláraði kaldastrið það er bara þannig fyrir utan að vera hvað hefur þessi maður ekki gert þetta er algjörlega unbelievable sko. Gæti einhver maður í dag af þessum prumpuleikurum sem eru núna gætu þeir stoppað Úkraínu stríði bara með því að Tom Cruise gleymdu hugmyndinni ef einhver þá hann ég meina, hann er kannski þess að kemst næst slæ það er líka verið svona hvað er action hitur í dag action hitur í dag eru sko hérna ljósar Matt Damon einmitt og Stallone, hann hérna Tom Cruise er í sínu bara fast í liðir bara flottur í því Chris Pratt hver? Chris hann var hérna sem að leið Jurassic Park hann var hérna, Star-Lord í Guardians of the Galaxy nákvæmlega, defense rest sko, við þurfum ekki, ég meina, þetta er bara þessi menn er ekki að fara að stoppa neitt stríð svo líka sko Rambo 3 þá náttúrulega fyrir hann til Afganistan að hjálpa talibunum að berja rússunum það er líka hérna bara þegar hann komið í talstöðan ykkur til eitthvað vondir rússina Who are you? Your worst nightmare og bara allt sko og líka þá var hann að bjarga Trautmann fóringjanum sínum og svo í restina sko þá splæsar hann í hérna He ain't heavy, he's my brother sko hann kann svo á tilfinningarnar og velja lög ég ætla að segja lagavöl stórkostlegt lagaval í náttúrulega öllum myndum eins og þarna sko
Þú veist, þetta Hvað myndi með bestu bara soundtrack í Rocky 4 Já. Ég meina, þegar maður ungur og einhverjum kíló léttari og var í íþróttum, þá fór maður út að hlaupa með vasadisko sem var svona 28 kíló og svona headphone eins og þú með, kann að vita og hlustaði á Rocky Story sko. Og bara fram og tilbaka og þegar þessi örfá skipti sem ég drullast í rættin í dag, þá hlustaði ég ennþá á Rocky Story til þess að ná mér í gang, bara allt með Vince DiCola, þú veist Robert Tepper og Easy Way Out og svo framvegis þú lappar í gegn og hleypur í gegnum vegg með þetta í eyrunum ennþá í dag sko. Þú hefur hlaupið þrepin í Philadelphia Þú hefur gert það? Já, og það sko það einn af það ekki? Ég hef komið á en ekki hlaupið Ég hef þegar ég sá þetta þegar hann sko sýndi frá þess að samfélagsmiðlum og gerði myndband sko þá vantaði mig sko like, extra like, love like ég gat ekki gert nógu mikið sko en ég minni að ég sendi alla mína öfund sko Þetta var ótrúlegt moment sko. Þú veist, bara koma hana farðu með okkur í gegnum bara standa fyrir framan tröppunar og horfa og svo til hliðar sem sagt slæstittan og það bara röð bara nást út úr fylkinu hinum yfir götuna mjög fræg stitta George Washington það engin öllum drönd George Washington en það röð allan sólarhringin að fá að mynda sig hjá slæstittunni og svo þegar maður sko ég get svo svara þegar ég byrja að hlaupa upp tröppunar ég ekki að ljúga þessu strákar ég var 50 kílón léttari ég sveif ég bara, veist, ég fór á Táberginu Varstu með eitthvað tónlist eða pældur hugsaðar að bröma? Ég var bara með, þú veist, Gonna Fly Now bara í haustum á mér, sko og svo gerði ég svona stuttmyndband klippa, sko, en þetta var bara one take, sko og svo bara standa hana og horfa yfir og upplifa þetta og svo niðri við tröppunar þar eina Slæstalón búðin í heiminum hún í svona heiðalögum gámum eins og svona sel- og fótboltavöllum og svona vinnuskúrar það bara búð, þar keypti ég þennan ból sem ég í núna það slæbólur sem heitir Yo Adrian Yo og keypti þennan ból þar ef ég ekki fara úr húnu síðan þetta var svona bara biblíkal upplifun Ég trúi því ég ekki svona reyna að vera fyndin en Nei, við sjáum ég var bara svona, svo labbaði ég bara burt og upp á hótel og sagði, ok ef þessu líkur á morgun, I'm good sko. Otterinn hefur komist næst þessu hann hefur alltaf að sé stittuna Já, ég hef komið þetta á þennan stað og ég er náttúrulega upplegið þetta ekki eins og þú ég hef ekki skilið að koma það voru ekki margir sem voru í því það var aðalega bara einhver rísastór svartur maður sem að vildi fá að taka mynd af mér og vinnu mínu sem voru þarna og svo brást hann mjög illa við þegar við vildum ekki gera sko. Pittuðu fúl það var með svona gullkeður og eitthvað svona þetta var mjög svo skrítið þetta var mjög svona Philadelphia-legt sko. Það er allir mjög reyðir í þessari borg sko. Það er allir mjög aggressífir sko. En áður en að við þurfum alltaf að gefa ég er að horfa að mynda þessu við þurfum að deila þessu það er rosalega vinna hjá þér í deilingum tjöfull lítur þetta vel út og ég í Rocky 4 sko slægallan og það sem var að bóna Ferrari eða Lamborghini og hann stittan hann stittan sko Þetta er eitthvað alvöru fokkin stittu, ég er mikil stittumæður ég elska stittu ég er bara góð stitta gulli betri og þetta er alvöru Svo má ekki glemma því, bara svo ég bæti við þess að pílagrísferminandi Philadelphia er að ég endaði sjálfsögðu kvöldið á Adrian's veitingastæðnum sem hann stofnaði ég endaði kvöld þar og það er unbelievable kvöld það í endanum ennþá málverki að Rocky og Apollo slást og þetta bara í ykkur hverfið þarna náttúrulega fyrir utan tekur hann náttúrulega þessa frægu ræðu how hard you hit og allt þetta sko og inn á staðnum og staðurinn bara ef þið leið þannum bókiði með góðum fyrirvara matan þetta ítalsku staðin náttúrulega frábæra mat en þessu sko sérstæðan fyrir þetta allt memorabilia og allt bara vera svona mikið slæmaður sko að allir þjónanir eru lærðir óperusöngarar og á 15 mínúna fresti slegið bara í sko bjöllu og þá bara einhver einn þjón sem að kynnir einhverja senu og hann tekur lagið og þú átt að leggja frá því nývapörinn og njóta flutningsins á meðan og allir símar og allt annað sko og bara njóta
og þetta okkur 15-20 mínútur fresti þið skiptast bara á þjónur, þetta allt læriðir óperusöngurar þvílík upplifun sko inn á þessu sturlaða stað aftur, þessi maður getur ekki hægt að koma okkur óvart það bara græja þetta stað, þessi staður heitir Victor Café Victor Café ótrúlegt sko svo þegar maður labbaði út og stóð þarna það sem hann hélt þessa ræðu ég meina þetta eiginlega best að ræða kvikmyndasögunar sko ég meina, þetta svona 3 ára á lífstíðinni sem að bara rassárin á manni standu upp sko, bara að gesa út þetta var þannig moment sko fæli þessu elska þetta rassárin ég þarf bara að draga með þessi hlið þetta var rosalega ganga niður memory lane sko þetta er geðveikt að hlusta á þetta en ég er að spá svona áður hraðspólum í gegnum þessa mömmumynd þarna, er eitthvað svona myndir sem eru ekki kannski high profile sem að þið fílið sko, þegar ég fór þegar ég fór að pæli þessum fyrir hana þátt sko, og fór ég aftur áttan bara magnið sko og þá, manni sko, mér fannst hún fekk náttúrulega ræðilega dómældi Detox, 2002-2003 sem hann eltast eitthvað serial killer og þarf að fara í meðferð og eitthvað sko, en mér fannst hún góð sko, en ég var svolítið einn með það og svo líka var ég að keyra fór í sveitinum daginn og var í Hvalfjarðargöngunum og þá langar maður alltaf að horfa á Daylight það er góð hún góð hún er frábær ég gríp reglulega í hana á DFT tækir mínútur þegar ég fór í fyrsta skipti í göngin fór til New York og svo bara var ég skopið þegar ég að fara í Daylight göngin það er alveg sama hvar maður er einhvern veginn nær alltaf bara það er einhver slæg upplifun í því Daylight er náttúrulega algjör negla annað sem að kannski sildi til radarinn og eldist ljómandi vel er Driven hún er nefnilega kappastusmynd, ekki formúla go-kart svona IndyCar kallar þetta svona bara minni formúlubílar sko og hún eldist mjög vel hún er mjög flott þannig okkar maður hefur verið í kappastusmynd líka Sigurður nú einu svona teiknumynda heiminn líka sko, ekki glemma því byrju hvaða Ants hann var í Ants þú veist og Ants er mjög góð mynd en þetta í dag sko. þá er það fyrsta minningi býna var það ekki sem að út í allen var komplexaði mörinn koma saman tíma Bugslife því að Sly var sko í bækarleði eitthvað þjarma út í allen í Bananas þar kemur hann fyrsta skip Subwayinu er þögg í Subwayinu Bananas er eina mínum uppáhaldsmyndum sko elskana sko þegar tekur fiðlukallin út úr skápnum það er iconic moment ótrúleg mynd Bananas ótrúleg sko hann er líka svolítið í því stundum að leika vondakall ekki það ég minna en ég kemur fyrir svona sín svarta liðar svona inn á milli en hann þarf vennilega bjargamálunum hann er betri í því svo það er náttúrulega líka ekki endalur svona tíma en náttúrulega svo var maður nefna Copland þar sem hann er náttúrulega bara stillis upp bara á móti De Niro og Ray Liotta og ég maður ekki hvaða gæjar og ekki svona, það er þungavíktin í snobbliðinu sko, sem allir smjara fyrir sko. þá bara leta hann sér svona slappast aðeins fitta þess aðeins og svona og bara sýndi bara fantaleg, ég menna, hann var búin að vera að fá hann var að gera box office hittara Demolition Man, Cliffhanger, Specialist og svo kemur Judge Dredd og eitthvað svona og hann var að fá svolítið mikinn skít fyrir að vera bara búin að selja sig og væri ekki leikari og eitthvað svona tölum þá segir hann bara, gerur svo vel hold my beer, ég ætla að henda á mig 30 kíló og maður sýnir ykkur hvernig á að leika og það er Copland og það er mynd sem hún getur deilt sko, þegar þú googla myndina af honum í Copland þetta er bara hann hafi gert þetta við líkamann á sér sko, af því það er nú stundum stundum verið að rósa einhverjum leikurum fyrir að bæta á sig eða skafa af sér þetta er rosalegt að sjá ég menna, hann er 2% vita í Rambo 3 eða eitthvað og þannig er hann sko 200% vita shit þetta er svona minnir á Jón Pál þegar hann hópar úr sko strongmen yfir í vaxtarætt á 2 vikum hann var helviti góður í Copland ég datt bara óvart inn í hana fyrir ykkur svona 2-3 mánuðu síðan og bara, það er svolítið langt síðan að horta á hana og bara, ok, betri með myndi það er mjög langt síðan í síðan heyrðu en aðalatriði samt
náttúrulega Expendables. Já, það svo sería Býtu bara, nú nýlega það bara komum 4 Já, við tölum hana hérna í einu Já, Megan Fox var allir gellan í þeirri mynd Já, hún var þar, já og Andy Garcia var vondikalli Sko, ég bara þegar við gerðum Expendables 1 og Expendables 2 það er svona eftirminnilegast að ég er með gæsa á að tala um þetta ég held, ég grét af stolti ef það er, sko, þú veist þetta bara, það flætti bara niður sko. Ég er mikil tilfinning að vera þegar það kemur að Stallone og að sjá myndir í fyrsta sinn á Breiðtjaldi og ég held ég hafi bara ég var svo stoltur af okkar manni hvernig hann meðhöndlaði þetta. Já, svo það var svo stór stund að því að nær í allar æskuhetjunar og rúmlega það saman í ykkur eina mynd, ok, það er bara eitt og sér er nóg, en getur að láta þetta ganga upp að nokkuð maður hafi spurt sig að því ég er náttúrulega bara heimskulegt sko, auðvitað að leta það ganga upp af herri snill sko. Og þeir áttu flugvél og þeir áttu mótorhjól og þeir áttu bíl og þeir áttu svo stóra byssur að þetta var haglabyssu vélbyss og nóg af onlinerum og hann veit nákvæmlega hvað fólki vildi svo var ekki give the people what they want var það svo ekki mynd 2 þú veist, þá kom Arnold Schwarzenegger og Bruce Willis Nei, þeir voru alltaf báðir í fyrstu mynd Þeir voru báðir í fyrstu Þeir voru bara ekki í aksjón sko Svo blandaði sér í slægin sko. En manni þetta rétt að fyrsta myndi var svona R-rated en svo voru nummer 2 og 3 það ekki og ekki 4 það var svona aðeins léttara, er það skrítið nákvæmlega hann bara veit hvað fólk vil það skila ábyggilega triljardi dollara meira og svo líka þetta er bara alltaf gaman það var eitthvað verið að væla yfir fjórðumyndin hún var eitthvað, brellutnar ekki nóg góðar eitthvað verið að spara, skiptir einhver máli þetta er bara alltaf gaman alltaf gaman og bara að vera entertainer sko. en alltaf bara mannskapurinn sem hann hefur smalað hann inn sko, og líka var eitthvað að vera önnur að þriðmyndin Chuck Norris detturinn og það tekið bara gott Chuck Norris skrín sko, hann fær alla það var ekki dæla gott og bara eitthvað 8 mínútur á Chuck Norris brandur það var geðvikt ég held að, var það ekki í 3? Ég held að það var drullu gott sko. Já, þetta og sko, og eins og ég var nú eitthvað aðeins að rifja upp svona, þú veist, hvenær byrja með og svona, svo maður að lesa hann í dag, þú veist, hann er 78 ára auðvitað á hann að vera bara í ruggustól og sko að njóta og hérna reykja vindil og njóta tattoo hann er reyndar að gera það en þá er hann bara, þú veist, þá er maður nýbú með Tulsa King 2 sko. og bara býða því að veist að kemur Tulsa King 3 er það orðið svona aðal hjá hann, Tulsa King, þú veist Tulsa King er hann aðal að leggja því að er hann ennþá í bíómyndunum hann var þetta ykkur myndum daginn Alamatria, nei, hvað hét hún? Það er alltaf eitthvað sko hann er svolítið í Prime-myndunum ekki það? Já, það var Alarum við ætlum ekki að tala um Prime-mynduna Nei Alarmín Alarum, heitir hún Alarum Já, það var hann með síni Clint Eastwood Já, einmitt, já Scott Eastwood Jú Ég hef ekki séð hana, ég veit ekki hana en það er eins og það er Það er blammáli Já, nei, við sem sagt ætlum ekki að tala um Samaritan Nei hún var ekki að Prime fyrir nokkrum árum Við lofum því Þetta var nú, við ákvæmum þetta bara áður en að við byrjum að taka upp og Henry sagði að við einfallega tölum ekki um slæmar Stallone-myndin þetta er þarf alltaf til sko það er sko miðað við að katalógin telji 80 myndir eða eitthvað það er alltaf mjög stutt umræð já mjög stutt en þá hérna svo horfum við alltaf við, það er að vestum bóti það sést ekki, það kemur mér auga en þá skulum við bara hérna þeita okkur í sem sagt, myndina sem átti nú að vera myndin sem að byrjaði þetta allt saman og líka, ég ætla ekki að fara að feysa Anton Brink á pubquizinu Nei, við lofum stoppar og hérna hækkaði nú hérna í Wi-Fi kallinum Nú, Wi-Fi kallinum Já, af því að nú Wi-Fi kallinum, menn er Bluetooth kallinum Já, Bluetooth kallinum Já, einmitt Korrekt D og VFS kynnslóðin hittir Þetta ekki búin að stinga skartenginu í samband Já, ég nenni ekki að hérna að fara að rekja þessu sögu aftur sko, hvernig hérna Stallone lætur hvað gimna sig og glepjast þess að leika í þessari mynd stoppar á Mómælisjót þannig að við látum bara Arnold að hérna útskýra þetta
want to ask you a story I heard about Sylvester Stallone. Is it true that you tricked Sylvester Stallone, who is he a friend and a rival or just a rival? No. In the 80s, he was just a rival. Just a rival. It was just competition. It was all about who is making bigger movies, who has more definition in their muscles, who has more box office success, who kills more people. Who kills people more creatively? Who has bigger knives? Who has bigger guns? And at the end, I started running around with machine guns that were only used for helicopters, mounting on helicopters or on tanks. It was crazy. It was all-out war. It was all-out war. So the story goes that you somehow tricked him into making a very bad movie. Yes. And is that true? Yes, but it's part of the... How in the world? How did you manage to do that? How did you pull that off? Well, because they came to me because Hollywood knew that I was wanting to get out of just doing action movies and do comedies. That's why I did then Twins and Kindergarten Cop and movies like that. Thank you. But so they came to me with this other movie, and I forgot what it was called. Stop or My Mother Will Shoot. Stop or My Mom Will Shoot, exactly. Yes. That's right. And so I read the script, and it was a piece of I mean, let's be honest. And so I said to myself, I'm not going to do this movie. So then they went to Sly, and then Sly called me and he says, hey, have they ever talked to you about this movie? And I said, yes. I was thinking about doing it. I said, this is a really brilliant idea, this movie. And so when he heard that, because he was in competition, he immediately called him and says, look, whatever it takes, I do the movie. So he did the movie. Wow. And of course, the movie went major into the toilet. You are a diabolical man. Governor Arnold Schwarzenegger is in this movie. Þetta ekki Þannig að heyriði náttúrulega líka munin á góðsögn og bara manni sem er búinn. Þetta, ég er ósammála. Mér finnst þetta bara Jesus hvað Arnold er mikil snillingur með þar. Þetta er ekkert eðlilega gott. Þetta er ekkert eðlilega gott. Þetta er ógeðslega fyndið. Snýrðu sig við, Sly hefur aldrei þetta breiða fæti fyrir Arnie sko. Nei, eins og við komum að sína hérna á hann að Arnie hefur alveg bara gert sína bommertur bara algjörlega eitt. En mér finnst mjög áhört að þeir hafi bara talað saman á þessum tíma, þú veist að það er svo mikið rígur. Hann hafi hringt í hann og bara ætlar að gera þessa mynd. Ég held að Governor hafi svolítið verið að færa í stílinn sko. Ég held að það hafi nú spurst svona, hann hafi látið þetta berast út sko. Þetta var nú ekki svona dærið sko. Svo gerir Sly þessa, hann gerir Junior, Last Laugh is on Arnie sko. Já. En hann er náttúrulega svolítið svona, hann er náttúrulega businessmaður Arnold, það er svo var mikið manneftir í 80s var alltaf að tala okkur þeir gerði ekki mynd bara saman sko. Og Arnold sagði náttúrulega bara sko, við erum að gera mynd fyrir sama áhörfundahópin, okkur hefur að vera að gefa þeim mynd sko. Bara, þeir borgi bara fyrir mína myndir og hans myndir sko. Sitt hver lagi sko. En hvað, þið voru nú eitthvað að tala að hún væri kannski ekki alveg svo slæm sko. Hún, allavega þetta er umsett svona hörkulöggu sem að einhvern veginn lendir í því að fá mömmu sína í heimsókn og hún fyrir að skipta sér af öllu, ástarlíf hans og Ég tók fyrstu 40 myndunum að gera. Ég, kannski að því að við höfum talað um að þetta hefur verið svo slæm mynd og svo framvegis. Mér finnst þetta ekkert eðlilega skemmtileg mynd sko. Ekkert eðlilega fyndið. Þannig að þú múið klára hana? Ég mun 100% klána sko. Ég komst að Þannig ég vaktafrí, hann hefur ekki betra að gera. Nú er hann að fara Ég ætla að fara lótmænt í lock-up sko. Nei, ég ætla að byrja á Stop or My Mom Will Shoot. Nei, ég komst til dæmis að atriðina sem að ætlar hann eitthvað gæja að hoppa niður á þakki sko. Hann fer upp að bjarga og algjör hitt og svo kemur mamma og svo ég vil bara segja þér að ég er ótrúlega stoltur af syni minn sem er þarna með þér og hann mam, þetta er svo geðveikar línur, ógeðslega. Er mamma búin að þrjófa byssuna? Já, ég náði því í gerð sko, fyrstu 40 mínútur það er ekkert öðlega gott sko. Þá eiginlega sko byrjar hrindur hún þessari atverðarsi sem að keyri myndina áfram sko, þegar hún fyrir að vaskar upp löggubyssuna og eyðilegurina og fyrir þá að kaupir ólega úsi ég komst þangað sko, shit það var gott sko bara. Ég er ekki frá því sko og hún að prúkta byssuna var svo gott sko, 500 frá því að hún sé jafnvel betri í dag en hún var 92, ég man að ég var hundfúll sko þegar ég sá hana á sínum tíma sko. Og hún það líka bara strax einhvern veginn þegar myndin að byrja í kreditlistanum þá kemur svona kartúnkelling og svona teiknimyndakelling eitthvað mamma eitthvað að þvælast í stöfunum og svona bara oh my god, þú veist hvað er að fara að gerast þetta voru vandalega líka á þessum tíma og svona alvöru væntingar til hans það varð alltaf gulli
og ef maður var ekki með vængi eftir myndinar sko, bara því að væntingar voru svo miklar eins og Tóti segir skilur svo þegar maður eftir einhver ára fyrir að horfa á þetta aftur og bara, já ok, þetta var nú bara alltaf taka út vombriðin náttúrulega svona. En sko, já, náttúrulega henni var slátrað gagnindum og svona almennt talið verið einn versti lágpunkturinn á ferli Stallone. Hún stendur í 14% í Rotten og Roger Ebert heitinn, hann gaf henni hálfa stjörnu af 4 og sagði að þetta verið a thoroughly unpleasant experience. Og það fyndi að þetta verið þunnt plott, þvingaður húmor og löðrandi klísjum sem að greinilega eitthvað sem að hafa all odds 2025. I love it. I love it. Mömmu klísju brandarar sko, það var marktröð og þá var hún komin á bleiuna og mamma að koma að skipta og slæst á lón sko. Það er sína flugfreyjan. Það var uppáldið þegar hann sækir hann á flugvöllin og hún eitthvað svona, já ég sýndi með alla myndina og það allar eitthvað, þú ert svo heitur í Pampers eitthvað, órólega gott. Já en sko þessar engun og þetta sem að Íberg gerir skilur þetta náttúrulega bara í takti við væntingarnar sem að voru, það voru sky high, þetta var slæ, það allt gull. En svo hefur svona okkar maður sjálfur sagt sko að þetta sé mögulega eina vestu kvikundum í sólkerfinu og viðurkennir og klínir svona alltaf á Arni sko. Viðurkennir að það er bara að vera tröllið hafi blektan hann í þetta sko. Ég ekki bara að taka þátt í ykkur leikþætti þarna sko. Jú, getur verið þeir eru alltaf búin að reka saman restaurant og eru bara orðin best buddies og eru alltaf bara að skrifa söguna bara svona eitthvað svona húmorísku ljós. Ég held að sko, ég sá einhverstaðar mynd eða svona fróðleika ég var nú eitthvað skoða þessa mynd hún bara í $80 million í worldwide bara ok þannig að hún orðin held ég held að hún hafi ábyggilega tankað rosalega hana en ég held að hún sé ennþá að sagan þeirra frábær menn að, þú veist, býtu á ég að taka hana? Já, svo hann það vekur þetta svo mikið forvitni sko. Þú verður að tjekka á henni sko. Er þetta orðið eitthvað svona cult classic eða? Já, kannski ekki klassik innan svona, kvöld kvöldpunktur sko að það sem ég sá í gær ef ég miða bara við nýjustu Mission Impossible myndina með Tom Cruise sem bara síðasta myndin sem var bara að vera besta mynd alltaf tíma Stop or My Mom Will Shoot miklu skemmtilegri bara í alveg þetta samanburður í lagi í alveg í alveg Tom Cruise það er bara einn maður sem tekur sig ég er búin að sjá Mission Impossible nýjustu einn maður sem tekur sig ekkert eðlilega alvarlega þetta er bara the pinnacle af bara einhverjum bransa frá einhverjum frá 96 og öll myndin þannig það er ekki spoila sko næsta þætti sko nei, við ætlum að taka þetta Mission Impossible við erum að rífa hana í okkur sko kannski bara alltaf að taka það fram að Stop or My Mom Will Shoot betra hún í alveg, hún er skemmtleri miklu skemmtleri ég meina, Sly ekkert að taka sig heldur hátíðlega þannig hann að sína bara svona ákveðna auðmýkt og það bleiðu atriði og bara farið þennan húmor og Estelle Getty náttúrulega geggjuð í þessari mynd sko Golden Girl sko, sjóðheit hana orðin, vel þroskuð skulum við segja og svo náttúrulega ég tók nú eftir það glætti mig náttúrulega, ég veit ekki hvort að þið náðu því sko, en það er einn mondikallinn, þannig að svo sem að drepur byssusalana sem að seldu mömmunni úsi hann einmitt sem var eitthvað kvefaður það er líka helvítið ég er eitthvað svo kvefaður hann var ekki með kvefað mér er svo gott bara þau samskiptið væri í myndinni sko mér líður eitthvað illa í dag svo fara þér og plaffa hana sko hann heitir Martin Ferrer og lék uppljóstaran Izzy í Miami Vice alltaf komur reglu í Miami Vice og svona komikri líf alltaf eitthvað að leka ykkur í Don Johnson sko. Og svo leka hann Finucci klæðskir hana í Oscar þannig að hann er með Stallone í 2 myndum í beit sko. Mjög skemmtilegur og svo talandi um Mission Impossible ég vissi það nú ekki þá en ég veit það núna að Ving Rhames er þarna í byrjun myndarinnar Ving Rhames hann er í Pulp Fiction og Luther hann er svona þögg í bara fyrsta atriðinu enn einn ástæðan til að horfa á þessa mynd nákvæmlega og svo líka leikstjórinn Roger Spotswood hann er engin bjáni sko hann gerði Under Fire 1933 ég hef talað um hana við Otur það er Gene Hackman og Nick Nolte eru svona blaðamenn á stríðssvæðum settum hann í samband við Civil War held ég og svo gerði hann Shoot to Kill með Tom Berenger og Sidney Poitier Tom Berenger er svona unloved hero hann er mannveitin sko og Turner og Hoods með Tom Hanks og hundinum ljóta
Geggjumynd. Og Amerika 1990, Mel Gibson og Robert Downey. Þegar Robert Downey bara á botninum og Gibson vippar honum upp og Downey ennþá að þakka Gibson sko í ræðum sko fyrir Það mynd sér að gleyma, hún var góð. Já, hún var góð sko. Og svo var það Stop or My Mom Will Shoot 92 og svo Tomorrow Never Dies 1997, hann hefur gert Bondmynd sko. Já. Og svo til þess að slá ykkur á þetta leginu þá árið 2000 þá gerir hann The Sixth Day með Arnold Schwarzenegger. Hann hefur unni með bóðum. Best af öllu að hann skrifa 148 Hours sem alltaf bara geggjuð, bara myndi sem kynnt okkur fyrir Eddie Murphy, bara ógeðslega góðlega mynd. Þannig að, já, hún hefur ýmislegt með sér þessi sérkennilega mynd, Oddur, sem að þú ert búin að setja í eitthvað stór undarlegt samhengi. Ég bara Mjög óvænt samhengi. Ég bara, einmitt. Það var nú eiginlega bara ekki samhengi sem ég vissi að það væri til. Ég meina, sko, fyrsta atriði myndina sem hann dregur glerbrot úr rassinum á félagi sinni. Geðvikt. Bara svo allir 7 mínútur að tala um Stop or My Mom Will Shoot. Ekki Mission Impossible. Síðasta Mission Impossible myndin. Ég myndi segja aldrei í því tilfelli. Krúsarinn geta alveg komið. Já, hann geta alveg gert það. Ég myndi segja fyrir sko hinn, bara eins og núna ég er að lesa það og heyri að Oddur á eftir helviti mikinn katalóg af Stallone að í vaktafríinu þá myndi ég fara í þessar sko þennan ofur Já, kjarna 5 árin 85-90. Já, ég hugsa það sko. Einhver myndi segja að Oddur hefði bara ekki lifað ennþá. Nei. Það er bara þannig. Ég held að mjög margir sem hlusta á þetta podcast hafa heldur ekki séð þess myndi almennilega þegar eins og við tölum þú veist, þú getur ekki séð það bara á Netflix, þú veist. Þá gerir fólk það ekki. Já, fólk náttúrulega nennir ekki mikið að hafa fyrir því að leita að Þetta er smá búið að loka. Það getur verið bara heilmikil fyrir Já, að standa upp og setja DFT-diski í staðin fyrir að vera að flippa á fjasturíkunni í korter sko. Það tekur 30 sekundur að koma í gang sko. Út í 15 mínútur að leita mynd. En mér finnst þetta svo í alvörinni bara, þú veist, þetta er bara svona típiskur samtíminn í dag að fólk bara ef það er of erfitt að bara gera það ekki. Akkurat. Það bara fyrir á Netflix og horfir á eitthvað shit eitthvað nýjasta. Pælið samt í hvað hann er heppinn að fréttablaða frá hausinn. Hvernig heldur það væri fyrir hann að vera mæti í vinnuna úr vaktafríum og bara við biðum eftir honum. Já, hvað horfir á? Ertu búið með Rambo 4, Rocky 5, hvernig gengur? Lock Up Nákvæmlega. Cobra Tango and Cash Specialist Mér langar núna að fara heim og horfa á Tango and Cash. Ég held að sé svona 4 ár síðan ég sá hann. Man langar alltaf að horfa hann ef eitthvað nefnir hann. Ég veit það. Alltaf. Mann munið, það var eina af þessum sjónastöðum sem hann Holmgeir var með. Sem liði alltaf eitthvað 34 mánuði sko. Ég held að hann var alltaf með Tango and Cash á öllu stöðunum sem hann það var einu skitt sem ég horfði það bara, það er Tango and Cash á Holmgeir stöðunum sko. Ótrúlega það við klúðrast hjá honum, þetta er solid plan. Já, ég bara hafðu bara Tango and Cash og rýrun og lokaðu bara hurðinni sko, bara láta hann bara rúlla. Ég tengi við það. Hvað segir strákar, erum við búin að segja allt sem við þurfum nauðsynlega að segja um Sly Stallone? Nei. Mér er búið að múlbind okkur, það er eitthvað við vorum klárir í 3 tímana. Já, nei, ég er bara að vera með ykkur með ykkur sko. Oddur ég vil fara að líta á klukkuna. Nei, núna er ég sultu slag, þetta er 100. þátturinn, við erum bara að brjóta alla reglur. Þetta er viðhafna þáttur. Aðalega við viljum ekki halda ykkur sko, þið ekki að vera gíslar, þið að vera gestir. Við erum að eyða tímanum í að tala um Sly, tíma verður bara ekkert mikið betur varið bara líkur ekkert á. En sko, það sem ég var kannski mest hræddur við er hvort að þið ætla að leiða okkur í einhverja gildru og fara að láta okkur velja einhverja svona top 5 eða eitthvað sko. Herru, það kom að því top 5 og ég bara þú svona fór aðeins að pæla í því, er það hægt sko? Gætir það? Rosalega erfitt eins og Benni segir, þetta er svona slumpmóti sér svona cirka 90 myndir. Það er ekkert hlaupið að því að ætla að pikka 5 út sko. Já, það er bara, top 10 er bara mjög erfitt líka sko. En Rambo myndirnar eru 5. Já, bara Nátur, þannig að flott Pepsi Max, einmitt Elskar Pepsi Max. Já, bara, ég á mér uppáhaldslæmið og hef alltaf átt, eiginlega bara, frá ég var krakki og bara hafur ekki toppað og mér finnst þú bara að vera betri eftir því sem verð eldri. Já. Og það er Rocky 4. Hún er hinn fullkomna mynd. Það er bara frábært aksjón, ótrúleg montas, góð saga,
þú veist, geggjaðu bad guy og allt sem að því fylgir og það er bara gæsóð eftir gæsóð og tempo og svo kaldastriðinu lokið, þú veist, þetta er bara þú veist, það er hægt að horfa á hana endalaust því tengdu var ég svo ógeðslega svektur þegar Sly fór í eitthvað director's cut sem var ekki director's cut það kom engar senur, myndi lengdist einhver 18 sekúndur þú veist, tók út vélmenni líka sko, sem alltaf bara fullkóla gali sko. Var það eitthvað Terminator út af með það? Nei, það var ekki þannig vélmenni, þetta var svona vélmenni sem færði manni bjór prototýpan á iRobot og þú veist, hún bætti engu við sko, þú veist, ég bara var mjög spenntur og horfði á eitthvað langt viðtala sem var að tala um hvað var að gera, hann var ekki að hjálpa honum og svo bara einhvern veginn var öllu hent út og þetta var bara saman myndin en þú veist, ég gæti alveg orta á hana í 9.000 skipti sko, en það voru vonbyrð en Rocky 4 er bara þú veist, hún er bæði besta mynd allra tíma og maður ekki gleyma þegar fólk er að tala jólamyndir, augljóslega besta jólamynd allra tíma hvernig sko, með þessa Rocky 4 að því að náttúrulega Rocky 3 er eitthvað alltaf upp á Rocky myndin mín, ég er aðeins eldri en þú náttúrulega, en ég man sko þegar Rocky 4 komið bíó, þá var sambjóðun voru með svona getrun, maður gæti sko svarað 3 Rocky spurningum og sendt mokkanum svona snailmail og verið dregin úr pott og unnið og ég vann sko 2 miða á Rocky 4 Varstu spurningarnar? Það var eitthvað hvað heitir konans Rocky og svo var sko stafsningavilla í nafninu Adrian sko og svo var hún vinkon mín, hún vann líka og hún svaraði ekki eins og öllum rétt eins og ég sko en veist, það var náttúrulega 14 ára eitthvað að pumpa upp stemninguna að hafa unni með hana svo lappaði maður úr grundunum upp í Álabaka og sko líka það er líka svona hlaðin tilfinningum en það er náttúrulega Dolph er hérna Ivan Drago svona rússa gríla og líka sko Apollo er drepinn sko og það er ekkert smá tilfinninga dæmi þegar sko andstæðingurinn úr 1 og 2 þjálfarinn og besti vinnur 3 hann drefst í hringnum á móti Ivan Drago þá þarf að hefna og þá kemur náttúrulega einn frægasta lína sögunar if he dies, he dies hversu svalt sko og svo líka þeir eru að æfa sig fyrir okkar bardaðan Ivan Drago og allir rúsin með eitthvað tækni okkar maður fyrir aftur í náttúruna liftir trjábólum tekur svona push-ups í bjálkakóan sko. og sko, það sko training montage-lægið og hvernig þetta er klift saman þú veist, hann að stera sig og í einhverju svona flottu tækjum og að bera saman æfingarnar höggþungin sko. Hann er á hlaupabretti sem fer upp og þá er Sly að fara upp á fjalli og þetta er allt svona borið saman og skóarhögg og eitthvað en þann dag í dag, þetta er svo iconic en þá verið að nota þetta bara svona, þú veist, einhverju svona reffar í þetta, þú veist, í montasið í þetta, ég sá bara síðast núna bara í fyrra árinu, var bara í NFL úrslitakeppni, þá fór gæi íþróttafréttamaður og endur gerði þessa senu til þess að hita upp fyrir einhvern undanúrslitaleik í NFL-deildinni og allir vissu hvað þetta var sko það segir sitt ég veit ekki hvort að þið séu jafnvel að ykkur í Cobra Kai og ég og Anton Brink en Johnny Lawrence gamli anstæðingurinn sko, þeir eru að fara að keppa á okkur móti og Karate Kid er þjálfana stjórnulegur og við erum að fara að æfa, já ég veit það ég ætla að taka þetta Rocky style, hvað mennur við ætla bara að höggva niður 3 og hlaupa með það I got the tiger man en hvernig, af því að við erum búin að tala ekkert eðla mikið fyrst með um 9. og 10. áratuginn tímabilið sem ég var alast upp sem er náttúrulega 10. áratuginn að einhver leiti byrjun 2000s, hvað var að gerast þá? Já, sko 2000 þá endurgerir hann Get Carter klassískan Michael Caine krima frá 71 hefndardrama og hann var svona lalaðar náttúrulega, ég náttúrulega sá hann aðalega því að þannig var verið að gefa mikið mínum Rourke smá vinnu og svo er það við erum bara að nefna þetta alveg Driven, kapastusmynd 2001 það var allt þá, Detox 2002, svo kemur Spike 3 2003 svo Rocky Balboa 2006 Rambo 4 2008 og svo Expendables 2010 Expendables 2 2012 og svona öldin fór rólega stað svona miðað við Sly sko svona heilti hvað var þar hittara en svo kemur náttúrulega, þú veist, Rocky Balboa 2006 bara þessi beturferð gerðan hana kláraði ekki á hinni sko hún var, það hefði ekki verið það var eitthvað depur og þunglindi það og sko, það er 2006 og svo kemur það með sko 2008 með Rambo sko 2006 og 2008, þá bara er comebackið complete sko rosalegt comeback 7. Rocky myndin og svo John Rambo það sem mönnu var breytt í nautahag sko í ótrúlega ríkislu sko
Hefur þú séð þessa mynd? Ekki, Rambo nei 2008, ég man bara John Rambo. ég man umræðin kringum Rambo 5 sko Rocky 5 segir sorry, Rocky 5 Þetta 4 já, í ruglinu sko Nei, þetta var alveg þetta var bara eitthvað next level sko bara stóra byssan það var ekki, hann líka eitt sem slæk hann svo vel hann drepur svo ógeðslega vonda menn þeir eiga alltaf svo innilega skilið að vera sprengtir í tætlur þakklátur þegar hann loksist bara kemst í stóru byssan þannig að við erum sem sagt af því að Oddur ætla að koma hérna hvað var nú eiginlega að frétta þá er það að það sem gerist er það að hann á 6 ár sem er svona róleg og átti að skilið er það frá er það ekki? Já, bara 2000 vandinn og hann fór aðeins að njóta og Planet Hollywood og allt svona 2000-2006 og ég meina svo kemur Rocky Balboa sem er frábær hún er algjörlega stórkostleg og það er líka svolítið bara back to basics það er bara svona í samand og Rocky 1 og 2 svona realismi og bara svolítið svona bara lokar katalógnum fullkomlega sko. Svo kemur Rambo 2008 og Expendables 2010 já Þetta er ekki hægt sko. Þessi maður löngu búið að afskrifa hann bara mætir hann banger og hvernig var þetta svo þú veist 2010 til 2000 Joe the Lion í The Zookeeper og svo náttúrulega er hann líka að hugsa svona Creed dæmi sko það er náttúrulega heilmikið hann hefur pæla heilmikið í því og svo eitthvað bara þetta tekið af honum hann það er svolítið hard feelings í kringum þetta en verðum við ekki samt að ræða áður við slútum þessu það er náttúrulega 2012 þá eru þau loksið saman Sly og Arnie Escape Plan sem er náttúrulega ótrúlega sögulegt og fyrir okkur alla harðhausana sem erum búin að aldrei upp við þetta var bara, maður bara með slef í kottanum í 3 mánuði að bíða sko. og manni var eiginlega nána saman hvernig myndin var, maður bara svo þakkláttur fyrir að fá að sjá það saman í mynd maður var komin á þann stað sko. en auðvitað var myndi geggjuð engar okkur því sko. þetta var svona svipa og var með Di Niro Al Pacino sko, sem hann alltaf var sko, þá eiginlega tökum ekki hít með það var hann einhver önnur mynd sem var eiginlega bara ekki góð sem var löggumynd sem hann ekki kom hér sko, sem Al var spiltur eða vondur en þetta var virkað alveg svo greinlega slæs og hrifin, ég held að hann sé búin að gera 2 Escape Plan myndir í viðbót sko, án Arnie sko. hann getur alltaf gert franchise úr allu ég held að það ekki sko 3, ég held að hann hafi gert hana fyrir 7.000 skall sko þetta er hamleip allir verka nei, þetta var svo fallegt að við skildum leiða saman hesta sín og gera eina góða mynd fyrir okkur þetta var bara fyrir okkur þetta bíf var vantanlega löngu búið fullorðnir menn, bara gamli menn og bara áttu og ráku Planet Hollywood með brúsarannum fóruð þið ekkert á Planet Hollywood? Nei Svo held að sér rétt með hvað er hann dáinn Game Over Man Bill Paxton ég held að hann sé einleikar sem hefur verið drepinn á öllum eigundum Planet Hollywood algjör synd að sá staðar hafi ekki lifað ég fór 95 eða 6 í London það var mjög eftirminnilegt áfallegt Planet Hollywood þú verður náttúrulega að klippa þig saman þegar þú ert hérna sko, ég meina ég fulltrú ungu kynslaðar ég gisti náttúrulega Planet Hollywood í Las Vegas sko. Gistur? Já, á hótelinu hóteli lifi náttúrulega þú er komið á styttuna þú ert meiri og þú vissir ekki að það væri byggt á veitingahús að keðja gammalli ekki hugmynd skemmtileg staðsetning skemmtileg nafn voru eitthvað myndir að heitja um hana niðri eða? Það lítur eiginlega að vera sko einhverja myndir að gamla veitingastannum og svona það er bara búið að auðga þessa gistinguðin á þessu hóteli núna þetta er náttúrulega mjög dýrt miklu merkilega þetta eru nú báðir hafið nú viðlóðandi íþróttafréttirnar við munum ekki eftir myndin hvað heitir hún? Escape to Victory 1982 hún er með Pele og allt já það var einmitt, það var svona alvöru fótbolta-góðsögn og hann er í markinu Sly var í markinu sko. fangelsismynd enn einn betri mynd en
og jafnvel betur en Conner. Já, voru ekki strísmanga, var þetta ekki svona Great Escape meets Bend It Like Beckham í seinni heimsstyrjöldinni. Já. Ég hef ekki hort á hana í 30 plus ár. Nei. En auðvitað er hún snill. Það var alltaf góður, það var líka þetta á milli Rocky 2 og 3 sko, líka Nighthawks. Það sem hann lögga með Billy D. Williams sem hann Lando úr Star Wars og vondikallin Rutger Hauer. Og þá mætir hann með skegg. Já, skegg og gleru. Skegg og gleru, bara, that's one sexy guy, sko. Já. Bara, wow. Já. Amazing, gott er ég vel. Amazing. Það var fáránlega myndalegur í 80s. Þetta var alltaf, hann var kynntakt líka, sko, ekki bara út af vöðamassanum, það var svona bara sætur ítalskur strákur, sko. Það náttúrulega, myndi ég segja, að vera eiginlega besta við Samaritan. Það þegar það óður til fortíðar. Hann hendir, sko, loka gæjanum niður í svona hreinsunareld. Hann mikið hreinsunareldsmaður. Og þá búið að svona CGI-an í unga og með skegg. Já. Afar fallegur maður. Þannig að jafnvel þegar hann að feilpústa þá eitthvað fallegt. Já. Það alltaf. Maður eins og Oddur, sko, maður alltaf bjartsýnn. Já. Þetta verður betra, næstar verður miklu betra. Og 200. þátturinn sem við förum alvöru inn í Stallone, það verður miklu betri. Miklu betri. Það verður að taka þetta basically ár frá ári, sko. En djöfull, þetta gaman. Já. Þetta grínast? Já. Ég ætla heima að horfa á alla þess það er ekkert öruggari í lífinu en ég að fara heima og velja mér eitthvað slæmi til að bara endar öruggari í 2 sko. Fer ekkert að svo. Nei. Vakna bara morgun bara. Það er engilega að hætta. Það er engilega að hætta. Einu hálf tíu, þetta met. Þetta met. Já, met. Hvað ætlaðu að vera 1,5 niður bara keep it coming, sko. Það 3 dóttur eftir. Nei, þetta er bara orðið fínt, sko. Og bara ég segi auðmjúkur takk fyrir mig því að þessar 90 mínútur þær voru skemmtilegar. Já, svo þetta hlusta á þetta aftur á þetta. Þetta er ein bíó. Þetta er eins og góð slæmynd. Eina sem ég langar bara að bæta við í lokin bara fyrir það að Sly náttúrulega stórkostlegu leikari sem hefur brúðið sér allra kvikmyndalíki og þekktir á markaðin undan samtímanum, nelt þetta alls saman hvurslags hamleipa gæin á lyklaborðinu, sko. Og það sem hann hefur skrifað og afrekað snildina þar því lík vél og eftir hann liggja náttúrulega bara stórkostlega myndir sem hann hefur skrifað. Og það einmitt talað það, sko, að handritin hans mjög löng, hann skrifar bara alveg, sko, bara mikið úr var að segja frá því, það var með Expendable, sko. Það var svona rosalega bara texta tjönk af dialog og mikið sagt, hvað á ég að segja þetta allt? Já, það eru ykkur að tala í þessari mynd. Hann skamta náttúrulega mönnum líka línur eftir, sko, getu, sko. Hann lesa salin, sko. Það þarf að gera það. Og glindu líka frábæð leikstjóri. Því hann á marga góða myndir sem leikstjóri líka, sko. Þannig að the whole package. Tilnefndur til Óskarsverðlauna sem leikstjóri. Já. Hann vann hann nú ekki. Nei, hann getur ekki. Can't win them all. Hann líklega, það er hárrétt hjá okkur. Hann eini maður sem hefði geta gert Expendables. Þú veist á sín tíma. Fengi alla með, og Expendables 2. Og líka hvernig hann raðar þessu, sko. Þú veist að fá Jean-Claude Van Damme til þess að vera vondikallinn. Og hann heitir bara Villain. Þú veist, þetta vera, þú púlar þetta ekki nema sért. Bara allt alveg, sko. Nei, líka tala um að hann hafi verið svona raunni leikstýrt Cobra. Það er, sko, sá sem er skrifað fyrir Cobra George P. Cosmatos sem er skrifað fyrir Rambo 2 og Cobra. Og hann er líka skrifað fyrir Tombstone sem að Kurt Russell náttúrulega leikstýri, sko, þegar allt var komið í köku, sko. Og það er sagt að George Cosmatos hann hafi verið svona þægilegur til að nota og sagði hann segi, sko, að Sly og Kurt voru alltaf búin að vinna saman í Tango and Cash og svo er leikstjórinn rekin úr Tombstone alltaf í köku og ringir Kurtarinn í Sly og heyrðu þessi George P. félaginn, er hann ekki ítal bara til að koma hérna og fronta þetta og Sly bara doktorn bara hann leikstýr eitthvað svona aksjónsennum en Kurtarinn sá mynd allt saman þannig að Sly hefur alltaf leikstýrt Rambo 2 og Cobra sem eru líka bara það er frábæra myndir nákvæmlega.
Herðu, þá skóladeginu loki á þér áttur. Já, bara takk. Nei, hann ekki alveg sloppin. Ég er farin heim að horfa. Já. Nei, við erum búin að kenna hann svo mikið. Nei, alveg, við erum búin að auðga anda odds. Ég er ekki að tökka, ég er bara fyrir marga minni kynslu bara að heyra þetta, skilja, og getur maður loksins að fara að vinna einhver heima. Það er þess að myndi sér til. Bara í alveg, sko. Þarf að hafa fyrir sumum, en það er þess verið. Já. Og þú getur alveg alltaf bara hóað í okkur, sko. Við getum að fundi hard copy. Það ekki, ég er ekki með DFT. Ég fer í Elko og kaupa eitthvað DFT-spila. Það er ótrúlega að eigi DFT-spila. Nýlega. Já, 2. Eitt Blu-ray og eitt mennlun og eitt fyrir hittkerfið, eitt fyrir hvort kerfið. Sko, ég veit ekki að... Þetta Vaffóðistæki sem þú varst að kaupa hana, þetta er ekki örgulega með longplay, eða? Ég veist ekki, það er svo fárlegt, sko. Ég er ekki búin að setja einn einstu spól í það frá því að kom, sko, síðasta sumar. En bara, ég vilt vita af tækjónum, sko. Líður betur. Það er jáfullt af Vaffóðis sem við gætum þurft að spila, sko. Herru, maður veit aldrei. Nei. En áður en að við siglum þessum við þarna þætti í Höfn sem er vist orðin með langur. Já, 95 mínútur. Þá held ég að sé ágætt að við förum aðeins yfir tölfræði þessa 100 þátta áfanga. Það er ekki að fara að taka sér heyrnartólin, Oddur bara farinn, sko. Nei, já, sjáumst. Nei, við náttúrulega sko státum okkur á því að vera eina hlaðvarpið sem fer aldrei í frí og megum nokkuð vel við unnað þrátt fyrir 2 tæknilega messuföll og nokkur hjartastopp. En í þessum 100 þáttum er ég búin að vera aðeins með 3 fjarvistir og Oddur ekki nema 2. Og okkur telst til að með Benna og Henry núna þá hefur við fengið 39 gesti í þessa 100 þætti og þar vel gert að taka þetta saman. Já, og má þar meðal margrannar nefna til dæmis Illu Jökulsson, Egil Helgason, Karin Kjartansdóttur, Kolbrúnu Bergdóttsdóttur, Guðmóður þáttarins, Ólaf Þótt Harðarsson, Kristínu Ólafsdóttur, Baltasar Kormák, Uglu Stefaníu, Hannes Þór Halldórsson og Jakob Bjarnar Gretarsson. Þetta er rosalega. Sum koma oftar en einu sinni, en í deild týragesta trónur okkar allra besti maðurinn sem uppgötið Amazon Prime og The Boys, Arnar Tómar Valgeirsson á topnum með 9 heimsóknir. Arnar kom samt í raun og veru 11 sinnum í þáttin vegna þess að þessi þáttur er eiginlega númer 102. Það sem okkur tókst að klúra upptökum á 2 frábærum þáttum og sérstaklega athygli vekur að Arnar Tómas var gestur í þeim báðum. Þetta er svo 100% að fara að gerast núna. Ég er mjög stressar. Þessi þáttum minna aldrei. Og Dóra mín var einnig meðal gesta í öðrum þættinum sem að hvarf og hefur því í raun komið í 2 topnum 4 sinnum en ekki 3 eins og stendur í Excel-skjalinu. Og síðast en ekki síst má alls ekki gleyma því að í hinn stórkostlega áramótaþátt 2024 sem þið muni aldrei fá að heyra mætti einnig til okkar Björn Ingi Hrafnsson í fyrsta og eina skiptið en sem komið er sannarlega óbætanlegt tjón. Hrikalegt. Og svo svona næstur eftir sko DJ Dóra Júlia kom 2 við heitum Nóri Pétursson 2 Bríett Blær 2 Samuel Karl, kollegiðinn kom 2 og einu sinni Síman eiginlega 3 Geir Finnsson 3 Jón Þór Stefánsson 3 Stefán Pettersson 3 Þetta er alveg Stefán Pettersson bara 3 Hugsaðu að við lagtið svona fram þegar þú varst blaðamaður á fréttarnar. Við værum kannski bara ennþá bara Hlæ hann Hvað er það að gera? Ég var ekki búin að læra á Excel Ég hef eina hugmynd bara svona rétt í lokin 200. þátturinn við ætlum að koma aftur þá hann er Arnie Sjóman ekkert eðla vel það er fært í bókar hérna og svo tísum þetta reglulega í 100 þætti þáttur 101 er á áætlun 5. júní og verður sérstakur Mission Impossible þáttur sem Oddur er náttúrulega búin að eyðileggja Nei Samaburðið aldarann sem er ágætt og svo náttúrulega höfum við ekki eiginlega útkvæmt það hvenær við ætlum að henda þessum þætt út. Ég er búin að tala þetta eins og þetta sé eftir pubquizið kannski ættum við að henda honum fyrir sko. Ef við hendum honum fyrir þá bara minn ykkur á að það er pubquiz á stúdentkjallarunum miðvikudagskvöldi 28. maí. Ég nefnilega þegar við fyrst byrjum frídaginn eftir fyrst þegar við byrjum að skipuleika þá var ég mjög brattur, ég hugsaði bara að kemur fullt fólki núna er ég farin að hallast að þú getur hafa rétt fyrir þér sko. Hann segir þetta núna sko því að hann er búin að tala um þetta marga vikur í mánuði að vera pubquiz og það kemur enginn
En hann, hann sagði hérna rétt fyrir kostningar Kamala Harris er fórseti. Ég heyrðu það fyrst þér, Kamala Harris er fórseti. Já, þetta er eitt af því. Hún verður ekki fórseti. Og það eru fleiri svona dæmi. Hann hefur krónist rámt við. Er ekki komið að best of oddur í þessum 100 þáttur? Það er ekkert eðlilega að fyndi hvað þú ert stundum way off. Já, bara alveg way off. Svo nefnilega það úrslit í Conference League á miðvikudaginn, klukkan 7 Chelsea, eitthvað annar lið það eru bara Willum og Sigmundur Erni sem halda með Chelsea, það eru á lausu sko þannig að við þurfum ekki að ómikla á Nei, það er líka frídaginn eftir það verður eitthvað fasta kúna lið sem bar sem við erum líka konum svo svakalega vinninga D.O.D.-spilara frá Elko það er aðalvinning með hátíðið við ekkert skartið út skartið er búinn þið verðið að redda D.O.D.-spilara í redd hvað kostar þetta? Ég á alveg 30 ég get alveg komið D.O.D.-spilara þeir eru alltaf búin að bætast við það er áritaðu D.O.D.-spilari frá Tóta það voru enga saman því að kannski ég veit ekki en í fyrstu velun í þessu pubquizi verður meðal annars 10 D.O.D.-myndapakki úr góða hirðinum handvalið af mér, ég er búin að taka saman sko, ég er búin að fleita rjóman úr góða hirðinum þannig að við verðum eiginlega að gefa spilar svo þú getur séð já, rétt hjá þér, ég skal fara að kíkja á það ég var búin að gleyma það einnig upp á risi hjá dóttur minni sko. Hún fattar ekkert, hún er 16 ára hún er ekkert að nota þetta enga líkur úr því það sem hefur tekin bara einhlega ákvörðunum að henda þessum þætti út fyrir miðvikudaginn til þess að plugga pubquizið hans Odd sem að hérna er farið frá því að vera viðburður ársins í að vera skita við þurfum ekki bara líka að vera heiðarlega með það eru margir að bíða eftir þessu þætti það eru ekki bara að vera heiðarlega það eru margir að ringja og spyrja hvernig þetta verði Anton Brink sendir reglulega skilabóð og kommentar við alls konar óskildar færslur og toppfólki everything for the fans strákar, þið eru þannig að við erum þannig við tökum bara að slæja á þetta ok, ég heyrið hann þáttir að heyra hann það verður fyrir seinna fylgist með okkur í Facebook og toppfólk og endilega smali nýjum meðlumum þanga inn í snarhasti vegna þess að eftir því sem félögum fjölgar getum við hækka verð á grúpunni þegar við seljum bolsjevikunum sem voru að taka sósíalistaflokkin yfir grúpuna Gunnarsmári á alla spjallræðina hjá hérna sósíalistunum þannig að byltingamennir þurfa að fá sér fjölmennan hóp og við seljum þetta alveg já þarna var okkur tómur hann er búin að vera mjög tómur í hvað hann er ekki séð innan myndir hann veit ekki hvað að skartengi sé á en þarna var það er erfitt kvöld þetta er erfitt herru, takk fyrir komuna strákar takk fyrir mig takk fyrir að svara kallinu þetta vissum við að þið myndi alltaf gera það en við erum mjög þakkláttir, enga sír alveg rosalega. Þú ætti að vera að kötta á þetta heldur betur, sjáum hvað sér verið sæl